á þessu mánudagskvöldi og við höldum áfram við aksturs íþróttinnar og nú ég komið með á línuna Þór Bragason sem að gera ekkert annan að fylgjast með motorsportinu. Þór Bragason, komdu blessa á sætlæðingi. Já, komdu margblessaður, gaman að heyri þér. Sömuleiðis, hvernig, nú var alþjóðarallið helgina og það gekk ekki áfallalaust fyrir sig fyrir keppendur? Nei, heldur betur ekki, en þetta var þeim meiri veisla fyrir áhorfendur. Já, eina lýsingin sem ég á yfir þetta var bara rosalegt, sko. Ég var nú bara eins og flestir aðrir bara í góðum álum að fylgjast með rallíina og selleið nummer 2, þá bara ein stuttleið búin Faleravatn og þar gæði ég með myndavélina og það í róleitum að mynda. Ég vonaði alla keppendur en það fór nú aldeilis öðru í sig því að þegar fyrstu bílar voru farnir framhjá þá vantaði megnið af turboflotanum. Þeir komu þarna framhjá og settum tíma Baldur og Aðarsteinn. En það vantaði Valdimar og Sjasta og Daniel og Ástu og Henning og Átna og síðan komum bara non-turbobílar. Öðrum flokki. Ok, það var svo sem alveg ljóst að eitthvað hefði komið upp og það var svolítið erfitt að vera inn á leið og hafa ekki hugmynd eitt eða neitt, eins og upplýsingar fyrstur maður En fyrsta leið var náttúrulega mjög skrautleg fyrir marga hluta þakki, sko. Þetta stuttleið skiptir í sjálfu sér engu máli gangkeppnina. Þetta leið sem það hægt að tapa rallinu á þessari leið, en það ekki nokkur einasti sem að vinna eitt en eitt á henni, sko, hún það stutt. En það hægt að tapa á henni og það prófuðu Henning og Árni, þeir töpuðu rallinu gjörsamlega fyrir einhverjum 200-300 kílóa steini sem það fyrir þeim við að kanti. Og ég hef nú skoðað myndband innan á bílnum hjá þeim og ég sé ekki að þeir sé að gera neitt rangt. Þeir reyndar að keyra mjög grínt, það hefur verið óheppnir í sumar og ætluðu sér greinilega einhverja hluti í þessari keppni en það fór sem fór, þeir fóru yfir hæð og lenda í kanti hægra megin og það þessi steinn fyrir þeim og þá voru ég fáum orðum, bílinn ónýtur. Þetta hjól, hægra framhjól gekk inn í bílinn og eðilega veltibúrið og svo valt hann og hann túlkast bara ónýtur, verður tæplega endursmíðaður. En Daniel og Ásta, það rétt áður inn á leiðinni þá hafði þau ekki náð einni beygju og bílinn vós allt á steini. Þau töpuðu þessum 20 mínútum og öll keppnin svona, fjallaði það, hvernig þeim gekk að vinna sig upp listna. Þau voru náttúrulega langsíðasta sæti eftir fyrsta dag, sko. En þessi steit sem að við myndist á þarna sem að Henning og Árni keyrðu á, það voru aðrir búin að heimsækja þennan stein það rétt áður þá kom Valdimar og Skafti og bara aðeins út í hennar kant nóg til að snerta en bara einhverjum sentimetrum lengra inn á veginum heldur en Henning og Árni. Þeir brutu felgu og ég held þeir hafa brotið þess allt undir bílnum þarna hægra megin að framan og töpuðu einhverjum tíma á þessari leið, ekki miklum en töpuðu hins vegar miklum tíma í að gera við bílinn eftir leiðina því eins og ég segi það var allt í pressu þarna hægra framhjá bílnum, það var allt í mörg. Og Valdimar og Skafti voru það ekki efstir fyrir þessa keppni? Jú, þeir voru í fyrsta sæti í Íslandsmótinu og þetta var í rauninni bara þessar að tryggja áhafna. Svo áhafn sem að kemur eftir á þessu ralli stæði með pálmann í höndunum. Og þó, kannski ekki alveg, en það var margir búin að spá því að Daniel og Ásta myndu sigra og Valdimar Baldur í öðru sæti og Valdi í þriðja. Ef að sú hefði orðið niðurstaðan, þá hefði Íslandsmótið verið galopið þessar 3 áhafnir nánast jafnar. En strax eftir fyrstu leið þá var svona nokkuð ljóst að það var ekki að fara að gera. Því að við töpuðu þessum 20 mínútum eða rétt það í 20 mínútum þegar síst kynni Daniel og Ásta og Valdimar og Skafti voru sömulegis að tapa miklum tíma þannig að Baldur og Aðarsteinn þeir voru konum með pálmann í hendurnar strax eftir fyrstu leið. Baldur reyndar hafði orð á því að það hafi verið mikið ólána. Hann frétti af þessu áður en hann fer inn á sérleið nummer 2 og það sem eins og slokknaði á honum. Hann hafði mjög slökum tíma á þessari sérleið nummer 2 Djúpavog. En svona miðað við hvernig þetta mót hófst að þá hefur væntanlega verið nóg að gera hjá þessu teymi sem í kringum eitt bíl. Það náttúrulega pittin, það náttúrulega nóg að gera hjá þeim. Já, það var hjá þeim og það var hjá fleirum. Eitt serviceliði þá kom og þar var í einu bíl verið að skipta gírkassa, það komið gat á gírkassan hjá þeim Baldri og Aðarsteini. Þeir voru búin að keyra með olíuleysan gírkassa, einhverja 10 kílómetra, meðal annars á sérleiðum
og síðan að keyra eitthvað vel á annað 100 kilometra í bæinn og einhvern veginn tókst henn og að klastra fyrir þannig að það hélst nú einhver olía á gírkassan og svo bara skiptum hann önnur áhöld fyrir Magnús og Hafdís. Það voru einhver kúplingsvandræði hjá þeim þannig að það var komið mótorgálgi á staðinn og vélinn úr og skiptum kúplingu og aðrir náttúrulega eins og gengur að gera skiptum hjólabúnað og gera og græðir. Það nú svo sem ekki óvenjulegt í alþjóðaraldinu. Það er löng og krefjandi keppni og þetta reynir mjög á bílana og það mikið áfell. Það var eitt slagur þarna sem er kannski svolítið vert að minnast á og það í non-turboflokki. Það eru tvær áhafnir sem eru nánast jafnar í gegnum alla keppnina. Það eru tvær áhafnir sem að fara í gegnum alla keppnina áfallalaust og þetta eru ekki mjög reyndir ökumenn en þó, báðir búin að keppa en svona eru ekki búin að vera í slagnum undanfari. Þetta eru þau Magnús og Hafdís og Ólafur Þór og Tinna. Ólafur Þór með trólega, það er ekki rétt. Já, og Tinna var að, ef mér skildist, fyrst sem hún var með núna sem aðstoð ökumaður. Já, þetta er fyrsta keppnin hennar og það var aldeilis eldskýrt því að þessar áhafnir verandi í sekúndaslag svo hverju einustu leið og ég var einmitt að skoða tíman áðan að það eru fjölmargir tímar sem eru jafnir upp á sekúndu hjá þeim. Og annars er þetta alltaf plus 2 sekúndur, minus 5 sekúndur, plus 5, minus 2. Þetta er alveg jafn, þau eru alveg hnífjafn alla keppnina, alveg þangað til að kemur að Kaldadal á þriðja degi. Þá taka Magnús og Hafdís 50 sekúndur af Ólafur Þór og Tinnu og Ólafur Þór og Tinna taka það nánast allt tilbaka og leiðinni Kaldadal tilbaka. Þannig að fyrir síðustu leið að þá er 6 sekúndar munur á þeim. Og það að halda haus í svona hörðunslag, annarkvort þurfa menn þarf fólk að hafa mjög mikla reynslu, eða mjög mikla skynslu mennum að hvort það ekki að sér. Og báðar áhafnir skiluðu sér og þau unnum og þennan slag Magnús og Hafdís með svo fáránlega litlu mun að þessi munur gæti legið í klukkonum hér og þar. Þetta er náttúrulega margar skjælleiðir sem eru keyrðar, þetta er 9 sekúndur sem skilja þeir upp í staðið. En þau standa upp úr það sem sigurvegarar í þessum flokki, fjórir non-turbo, það sem aðrir keppendur, voru kannski búin að vera reyna á mikið eða voru allavega að gera mistök og voru að hellast úr lestinni. Og þetta er það ekki, 3 klukkustunda sér leiða akstur í þessu innifalli? Jú, þetta er hjá þeim þá er þetta rétt rúmir 3 klukkutímar á sérlegin og þá getur maður kannski farið að leika okkur með prósentur. Hvað er það fyrir að munar 9 sekúndum eftir 3 klukkustundur og ef ég maður rétt og 2 mínútur eða eitthvað svoleiðis. Það er ekki mikið. Það munar engu af þessum 2 áhöfnum. En slagurinn í þessum flokki, hann var svona fyrirfram ætlaður að það yrði Baldur Arnar og kærastan hans í með nafnið henni hérna á taktinum. Hún á að vera með þetta hérna. Þarna Hanna Rún, hvernig leikir. Það yrði annars vegar það og Guðni Freyr og Pálmi Jón, öllur og Gerand og Súbaru. Það var ætlað slagurinn myndi standa milli þessari tveggja áhafna og hann gerði það lengi vel í keppninni. En Baldur Arnar gerir hins vegar mistök, hann keyrir út af á einni leið og tapar mjög miklum tíma og skilur svona Guðna eftir með Pálmann í höndunum. Guðni var samt ekki fórust á þeim tíma, hann var búin að beygja spyrnu, búin að vera ykkur vandræðum en hann var bara örstutt á eftir þessum 2 fyrrnefndu áhöfnum, Magnúsi og Ólafi. Og svona nokkuð ljóst að hann myndi taka það tilbaka á þessu Kaldadalum annarkvort á fyrri leiðinni eða leiðinni tilbaka. Og ef til við ætlaði sér einum of og hann enda á Kolda á Kaldadalum. Þetta er svona fyrir keppnina var náttúrulega ljóst að það yrði barist náttúrulega með hvert einasta sæti núna því að Íslandsmóti er svo hrikalega jafnt. Já, það var allavega þessar 3 áhafnir, Baldur, Valdimar og Daniel, að þessir 3 áttu allir mjög raunhæfa möguleika á titli fyrir keppnina, en ég held að staðan sé núna þannig að Baldur sé komin í nokkuð afslappaða stöðu. Já, hann er komið 57 stig og Daniel og Ásta næsta eftir með 42,5. Já. 40 stig í pottinum. Reynda mörg stig í pottinum og það má ekki detta úr keppnum. En hins vegar þurfa þetta Baldur og þeir þurfa faktisk bara að klára næstu 2 keppnir til
til að halda sínum titli. Keyra þið þá ekki bara á 50 km hraða? Það nú ekki líkt þeim að gera það. Ég að segja alveg eins og Já. En þeir hafa hins vegar eitt sem að, ég veit ekki hvort, ég eiginlega verð að segja umfram aðra keppendur. Þetta bara aðalsmerki þeirra. Og það heimavinna. Þetta eru menn sem að koma alveg 110% undirbúinir til keppni og það eiginlega bara alveg sama. Það kemur ekki að styrkja þeim af því það búið að sjá, það búið að fara yfir aftur bílnum fyrirfram. En það getur allt gerst, eins og gerist því að núna, að það kemur eitthvað steinn eða eitthvað sem að brýtur kýrkassan og það ekki bandamál, það til annar kýrkassi. Og við höfum séð ótal svona uppákomur vera að koma upp að öðrum keppendum og hjá þeim. Þeir standa alltaf upp, þegar eitthvað kemur upp, þá eitthvað þeim standa þeir bara upp úr því, sko. Það verður að telja stendur tekna og þetta sést náttúrulega langt best á því að Baldur sem að keppa núna í svona okkur er aldrei fallið úr keppni og ég veit engan annan keppanda sem að stákar að því sem felli. Er hægt að biðja meiri svona dramatík í rally eins og þessa helgi? Nei. Það er bara þannig. Já, þá voru þau og það er eiginlega bara ekki hægt að biðja meira. Þegar meira segja eftir dag 2 þá heldum við að nú verðum við búin að sjá allt. Sjálfan dag 3 og allt hitt gerði. Bara, já, það sem að ykkur orðaða svoleiðis, það sem að getur ekki gert, mun alveg örugglega gerast aftur. Og það er kannski alveg ágætis lýsing fyrir þetta rall. Já, þetta er mikill akstur hjá þessum rally keppendum og þú hlýtur að þurfa að vera mjög einbeittur. Já, rally er náttúrulega einbeitingar íþrótt. Það eitt að keyra bíl hratt, ég held að séum mjög margir sem að geta gert það, en að geta keyrt bíl hratt og lengi og vera svona, færa sjálfan þig út á Eysturbrún, geta haldið þig á einhverjum ákveðna stað, að vera að keyra kannski 95% eða 105% og verið fjörfast, það að vera að keyra í álægi, að það kostar að þú þarft að vera með einbeitinguna alveg rosalega góða, enda eins og ég ofta áður sagt að rally er einbeitingar íþrótt. Það er þegar í keppnina er komið, en það má ekki gleyma því að rally er 80% undirbúningur, 20% keppni. Það eru 2 umferðir eftir, önnur þeirra var náttúrulega frestuð fyrir í sumar út af því að það var bara búið að vera að loka vegurinn hérna. Hvernig... Það er ófært. Ófært og hvað er núna, hvenær eru næstu keppnir? Næstu keppnir, það er ekki núna 27. september, að þá verður við keyrandi nýja leið sem að liggur frá Kaldadal austur í Haukadal. Ég held nú að þetta heiti, eða allavega eistari hlutin af þessu, sá sem að liggur næst Geysi, heitir nú bara Haukadalsheiði, en þetta er nú leið sem að jeppamenn þekkja mjög vel og þetta er gríðarlega löng leið, þetta er leið sem að nýji Kaldidalurinn okkar, þetta er svo leið sem að verður bara lengst í tímatalið ekinn, svona sérlega. Ég gíska á að aksturstímana henni verði lengri en á Kaldidal sem er lengsta leiðin sem við erum að keyra í dag. Ja, það er nákvæmlega. Þórður Bragason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við fylgjumst með þegar líður að næstu umferð. Endilega gera það. Bestu þakkir. Já, við heldum áfram í sportinu, næsta dagskrá það er, skotfiminn og ég verð komið með línunni eftir smástund, hann Hákon Þór Svavarsson, svo tökum við boltan í lok þáttar, farið ekki langt. Kvikmyndafélagið kynnir með stolti Selfossbíó með allri nýjustu tækni 3D, Dolby Digital 7.1 allt það besta á einum stað Selfossbíó.